Síðasta sumar varð spjall þriggja vinkvenna úr Reykjanesbæ að viðskiptahugmynd og fyrirtækið Mínirent var til. Viðskiptamódelið gengur út á að leigja út allskyns barnavörur fyrir ferðafólk. Ásta Rós Árnadóttir sagði okkur frá fæðingu hugmyndarinnar. Við erum sem sagt 3 vinkonur úr Keflavík, æskuvinkonur, sem að fengum þessa hugmynd. Ég var enda búin að vera með þessa hugmynd í huganum í smá tíma. En síðasta sumar þá vorum við í mataklúbb og við vorum að ræða svona $1 million ideas, eins og við gerum stundum. Og þá barst þessi hugmynd, eða bara hún á góma, sko. Maðurinn minn svona nefndi hann eiginlega að fyrra bragði, sagði já, Ásta var nú með geggjaða hugmynd í huganum að fara að leigja út barnavörur til ferðamanna, af því að við höfum ferðast svolítið með börnin okkar 2 og höfum nýtt okkur þetta erlendis að leigja bílstóla og rúm og kerrur og svoleiðis, eitthvað svona stórt sem erfitt að ferðast með og þannig. Og María og Ragga, vinkonur mínar 2, sem voru þarna, þær gripu þetta bara strax og ég held að mataklúbbinn hafi verið á örugglega laugardegi og á mánudeginum sóttum við kennitöluna, hún var komin bara þarna strax í vikunni og við bara rúlluðum af stað með þetta, hendum okkur í djúpulegina. Og hvenær voruð þið byrjaðar með rekstur? Og hvað sko, þið byrjuðu? Já, þetta var þarna sumari sem að við ákveðum að henda okkur í þetta. Þetta var í ágúst og það tók náttúrulega svolítið tíma, samt furðu stuttan tíma sko, með að við vissum ekkert hvað vorum að gera, en það tók hann örugglega 3 mánuði, við opnum 1. nóvember. Þannig að já, það voru 3 mánuðir þar sem við vorum að undirbúa og fylla út alltaf pappír og sækjum allt sem þurfti að sækjum og verslun og lagerinn. Og náttúrulega útbúa heimasíðuna, það var mjög mikil vinna sem fólst í því. Og svo opnuðum við 1. nóvember, bara opnuðum heimasíðuna og opnuðum fyrir bókanir. Og svo þetta bara að rúlla í gang síðan þá. Og þið opnuðu hvar? Við opnuðum bara heimasíðuna minirent.is. Já, en hvar á lagerinn? Já, við vorum í bílskúrnum heima hjá mér til að vera með eina hillu. Og hvað vorum við með 2 kerrur og eitthvað svona, byrjuðum bara mjög lítið sko. En nú vorum við komin með yfir 50 kerrur og örugglega svipað í bílstólum og það fór að stækka mjög hratt. Það komið rúmlega hálft ár síðan við opnuðum. Og hvað eru þið ekki á ykkar 3. stað síðan Jú, við byrjuðum í bílskúrnum hjá mér og svo fórum við upp á Ásbrú, fengum lítið rými þar til leigu sem voru milli 30-40 fermetrar, eitthvað svoleiðis. Vorum þar það endist ekki mjög lengi sko, við vildum vera í 3 mánuði áður en að það var sprungið utan á okkur og þá fluttum við hingað á Hólmbergsbrautina. Hvenær fluttuð þið hingað inn? Það var 1. apríl, minnir mig, já, þannig mánaðamótin mars-apríl. Og já, við erum svona langleiðin að komna með að fara að springa þetta utan á okkur líka. Þannig að þegar ásamali ber upp þá verðið þið komin bara búin að byggja skemmur? Já, komum bara vöruhús og þetta gengið bara mjög vel, vonum framar og bara komið okkur mikið óvart hvað við fengið bara góðar undirtektir og sérstaklega frá Íslendingum sko, það kom okkur svolítið óvart. Já, þið áttu vona að þetta væri mest stílað inn á útlendinga, túrista? Já, það var svona hugmyndin sko, að það væri svona fyrir þá svo að þeir slippu við að burðast með bílstólan og kerrurnar og allt þetta hingað sko. Já, þið áttu vonað því að þeir væri í sömu vandamálum og þið voru þegar þið fóruð. Og en svo hefur þetta verið, sko fyrstu mánuðina voru þetta 80% Íslendingar sem voru að leigja hjá okkur. Af því að við erum með svona ferðavörur, eins og litlar ferðakerrur sem passi í handfarangur og alls konar svona sniðugt fyrir sólarlöndin, viftur til að klemma á kerrurnar og ferðatöskur og kerrutöskur og alls konar sem að Íslendingarnir hafa verið að nota alveg bara mjög mikið sko. Þannig að þeir eru á leiðinni til Tene, allir Íslendingar fara til Tene og þá koma þeir við því ykkur. Þið áttu ekki von á þessu? Ekki að það yrði svona stór partur sko. Og það hefur eiginlega verið stærsti parturinn hingað. Þetta er svona aðeins byrja að jafnast út núna eftir því sem að sumarið nálgast. Og þannig að það er aðeins fara að aukast í að útlendingarnir eru að koma. Þetta er orðið kannski svona 60-40 núna. En til að byrja með voru þetta bara langmest Íslendingar sko. Og þetta er mjög vinsælt hjá þeim sem að koma okkur bara skemmtilega óvart. Og ekki líka ömmur og svoleiðir sem að fá börnin sín og þá barnabörnin að þau leigja það af ykkur? Já, fólk sem að býr erlendis og að koma heim í heimsókn til foreldra með börnin sín. Ömmurnar og afarnir að taka á móti, yfir jól og páska og sumarfrí og svona. Og þannig að, ömmurnar eru mikið að heyra í okkur og fá lánaða bílstóla og leigja, bílstóla og kerrur og svoleiðis og rúm og þannig að það hefur verið að nýtast í það líka sko, sem er bara mjög gaman.
María Sigurborg Kaspersma sýndi okkur hvaða vörur eru vinsælastar og sagði okkur líka frá hvernig vöruúrvalið hefur aukist eftir að þær hófu reksturinn. María, Já, ok, sýndi mér eitthvað af þessum flottu vörum já. sem bjóðu upp á. Ég ætla að sýna þér hérna ferðakerrun okkar. Þetta er jójókerran. Er þetta svona ykkar heitasta vara? Þessi og Silfurkross eru vinsælustu vörurnar og það er af því að þær passa sko í hérna handfarangurshól flugvéla. Já. Það er auðvitað að taka hana með. Það þarf ekki að halda barninu úr flugvélina alla leið að hérna töskunum. Þetta er svona handtakt og fer bara í svona þægilegan poka og annað, þannig að ég sé fyrir mér að Já, heldur betur. Þannig Sem að staðins að vera að burðast með þetta já. og reykja ekki að hvað sem að býð þá bara leiða þetta, þetta er briljant. Einmitt, svo er það Silfurkross, hún er líka bara, þú veist, hún bara passar hérna í handfarangurshól flugvéla líka. Hún er bara, svo Og bara hver er munurinn á Silfurkross og barnið sefur betur þó þarna eða eitthvað? Reyndar fer bakið á þessari kerru alveg niður. Ok. Ekki alveg á jójó, en þú veist, hún fer alveg mikið niður. Ef ég verið með eldra barn myndi ég taka jójó, ef ég verið með yngra barn myndi ég taka Silfurkross. En þessar tvær eru svona langvinnsælastar. Silfurkross, var þetta ekki gamli barnavagnin bara sem að börnin voru látin sofa í? Já. Já, þetta er svona meiri, já. Já. Svo bara, þú veist, þú ert komin í flugvélina, þarftu að setja hana niður saman. Bara hérna. Bara svona. Quiz bam búm. Yes. Og veit, þetta er svona típisk vara eða ekki sem að ykkur datt ekki til hug þegar þið byrjuðu með þetta. Er það ekki rétt? Jú, Ásta var með svona. Og ég hugsaði, hver notar þetta? Svo er þetta vinsælasta varan. Þú veist, að því leið út komin í 30 stiga hita, ertu bara, Einmitt. Nákvæmlega, þetta er mjög snögt. Ragnhildur Inga Rudolfsdóttir sýndi okkur hvað er sérstakt við barnabílstólana sem Minirænt leigir. Ragnhildur, segðu mér þú veist, hvað er sérstakt við þennan bílastól akkurat? Þessi bílstóll, hann er alveg fyrir bara 0 til 4 ára. Þannig að þú getur verið með unga barn og þú getur líka verið með svona eldri börn, alveg upp í 4 ára. Einmitt, ef ég man rétt frá mínum barningnar árum, þá var þessi stóll upp á þessum aldri og svo kolla. Einmitt. Þannig að þegar þú ert að koma kannski með 2 börn, þú ert kannski með barn sem er 10 mánaða og annað barn sem er 2 ára, getur bara tekið 2 svona alveg eins og það er bara fyrir bara bæði aldur. Og bara það að burðast með þetta heiman með allan töskun og allt, það er nú bara voðalega þægilegt að fá þetta bara afhent. Já, svo erum við að setja bílstólana í bílana líka. Við setjum þá, festum þá í bílana og svo þegar þú skilar þá tökum við bílstólana úr bílnum, þannig að það er ekkert vesen. Við sjáum bara allt vesen. Ekki nema að einhver Íslendingur sé á leiðinni til Tinni. Hafið ekkert að leigja þessa hafið líka komið fyrir? Okay. Já, það eru sumir að leigja svona bílstóla til að fara erlendis og þá erum við með þessa töskur hér. Já. Og þú þarft sko, ef þú ætlar að leigja svona bílstól hjá okkur, þá þarftu að vera með svona tösku yfir. Já. Af því við viljum hlífa fyrir höggi og svona alls konar frá bílstólunum. En þetta er auðvitað aðalega hugsað fyrir erlenda túristar sem eru að koma með börnin sín. Já, svona aðalega. Og svona líka Íslendingarnir sem eru að koma heim. Já, einmitt, líka. Eru hérna í fríi ömmur og afar sem eru að ná í börnin sín, barnabörnin í leikskólanum og... Þannig að börnunum væntanlega líður alveg maxi kósí. Þetta er alveg bara... Já, segðu, við keyptum þetta ekki ástæðalausu. Nákvæmlega. Það er kósí. En síðan er líka það sem er mest geggjað við þennan bílstól. Já, ég hef ekki séð þetta. Já, sætt. Er að hann, þú veist, er að hann fer... Séð þetta fyrir mér. Hann getur verið sem sagt bakvísandi og framvísandi. Já, þannig ef það bara grátur og frekja og eitthvað, bara snúa hann bara við. Þetta er briljant. Já, bara geggjað. Þannig að þetta er fyrir 0 til 4 ára, en svo erum við auðvitað með líka ungbarna bílstóla. Fyrir því að bara allra yngstu. Já. Og það er beige og eins og þetta er hérna. Þetta er ungbarna bílstólarnir. Já, þetta er svona þetta típiska sem maður þekkir. Já. Og Ásta lokar svo innslaginu á að segja okkur hvar vinkonarnar sjá fyrirtæki fyrir sér eftir 3 ár. Sko, draumurinn okkar er í fyrsta lagi að vera í húsnæði sem er göngufæri við flugstöðina. Þannig að við erum svona með augun opin fyrir einhverju rými upp í flugstöðu eða þannig við flugstöðina. Þannig að hérna fólk geti bara í rauninni labbað yfir til okkar og sótt sér bílstól eða kerru eða hvað sem er. Og
svo náttúrulega okkar stærsti vandi núna að við erum ekki með opið á nóttunni og það náttúrulega mikið af fólki sem að lenda nóttu til og þarf kannski bílstól og þú ert ekki að fara að bíða upp í flugstöð í einhverja klukkutíma eftir að við opnum. Þannig okkur langar að vera með skápa þar sem fólk getur bara sótt og skilað utan opnunatíma. Það er svona draumurinn. Svo erum við náttúrulega með stóra hugmyndir hverju við getum bætt við úrvali hjá okkur og svona. Þannig að það er ýmislegt í vændum hjá Mínurennt. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.